og 89% Dana telja að þetta hafi verið þjóðinni og sjálfu sér til góðs. Þetta hinn eini sanni barómeter. Sko. Allt annað það sem við segjum og spekulerum og áfram Ísland og nei-hreyfingin og já-hreyfingin, þetta allt saman kjaftæði. Spurjum fólkið sjálft í þessu löndum og það ánægt. Við erum Evrópubúar, við erum ekki Amerikanar, við erum ekki Kínverjar, við erum Evrópubúar og tökum þátt bara í þessu bandalagi sem Evrópusambandið okkur sjálfum og allir Evrópu til góðs. Hvor stærri, þú eða Villi Vil? Villi náttúrulega lærlingur, þannig að ég augljóslega stærri. Jæja, Sveinn, hvernig líður þér? Ég er bara helviti góður, þakka þér fyrir. Það ekki? Já. Eitthvað nýtt í þessu? Þú ert alltaf taka eins og vorum að ræða, svona high profile mál. Hvor stærri, þú eða Villi Vil? Villi náttúrulega lærlingur, þannig að ég er augljóslega stærri. Já, það ekki? Hann byrjar náttúrulega sem fullur af mér, þannig að ég átaldi í honum, en hann... Mynda viðurkenna það sjálfur, eða? Alveg örugglega, en ekki bara samstarfsfélagi til margra ára, heldur góðu vinnir, þannig að hann er öflugur. Já, hann er öflugur. Við ætlum að ræða ESB. Já. Kannski aðeins áður að koma að því að þú ert í svo mikið af svona high profile málum. Já. Það er Quang Le og það er hryðjuverkamálið og allt. Jú. Er þetta bara, nú ekki bara að staldra lengi við, við ætlum nú ekki að ræða þetta. En þessi mál, þetta er búið að vera svo mikið fjölmiðla fár. Já, þetta er bara einhvern veginn atvikast svona, ég veit ekki hvað þetta gerist en það er auðvitað þannig að þegar sko, svona sérstaklega í sakamálum, þar sem maður svona, það verður upp svo staða að lögreglan notar fjölmiðla og í svona PR stöndi til þess að einhvern veginn promotera þau mál sem þau eru með. Þá gerist það stundum að það er svona hallar réttu málið sko, að það er ekki alveg farið rétt með og þá vilja umbjóðendur mínu náttúrulega oftar en ekki að maður svona þá taki þann slag líka í svona enn PR-slag og leiðrétti það sem hefur ranglega komið fram. Þannig að ég reyni að beita mig dálítið ákveð því og gerði það sérstaklega í hryðjuverkamálinu. Það var stór hluti af vinnu í því máli, það var svona að svara fjölmiðlum og halda uppi vörnum þar svona við dómstóla götunnar. Þannig að kannski aðrir lögmenn ekki mikið fyrir þetta, eða kannski þetta er misjafnt eftir lögmennum hvað er fíla að tjá sig máli fjölmiðlum, en ég sem gamall blaðamaður þá ég alltaf ekki hika við það að ef slíkt nýtist umbjóðendum mínum að þá bara gerir það hugstalaust. Dómstól götunnar þetta var orðatiltæki sem var mikið notað og var réttnefni á mínum mati. Núna er aðeins búið að svona, hvað var að segja, vatna undan þessu, þetta er búið að svona vatnast aðeins niður. Já, og það sem fólk er kannski orðið aðeins farið átt að sjá því að það er ekki kannski allt sem sýnist, þó einhvað haldin sé feitur blaðamannafundir hjá lögreglu og þá er stundum þunnur 13. hann á bakvið og við sáum þetta í Euromarket málunni þar sem var haldin fjölmennu blaðamannafundur og svo bara mörgum árum seinna þá svona bara var svona laumað niðurfellingabréfi að sakborningum í málunu. Sama er með hryðjuverkamáli skilur, það var haldin mikill og dramatískur blaðamannafundur þar sem bara þjóðinu var kynnt það að henni hefur verið bjargað frá hryðjuverki og svo bara áttaði almenningu að sjá því að það stóð ekki steini við steini í þessum fullyrðingum, ekkert að bakvið þetta og menn signaðir. Nei, en á þeim forsendum að ræða hvað reynist rétt og hvað reynist ekki rétt. Já. Þá erum við að fara að ræða Evrópusambandið. Já. Þú ert harður jáari. Það sjálfsög, ég alveg allar götur sem ég bjó út í Hollandi og þá hefur verið mjög hlynntur Evrópusambandinu og sérstaklega þegar maður var að ferðast í Evrópu, maður kannski að fara frá, maður myndi eftir hvað það var óþjált þegar maður var að ferðast kannski frá Hollandi til Spánar og maður fór í gegnum einhverju 3-4 gjaldmiðilsvæði og þurfti að vera að skipta á til stöðum. Og þetta var gríðarlegt hagræði fyrir Evrópu á sín tíma þegar Evra var tekin upp og
man ekki hvað hún orðið gömul, en þetta búið að spá henni falli einhver áratugi en hún gríðarlega sterkur gjaldmiðill og síðan þetta Evrópusambandinu alltaf lýst sem einhverju brennandi skipi, sko, sérstaklega okkur sem hefur nokkur sinnum verið að sko, slökkva elda hérna á Íslandi í bankahrunni og svo framvegis og mínibankahrunni og guð með þetta hvað. Þannig að við erum dálítið mikið í því að benda á aðra að þeir séu að hrynja með við sjálfur svona stöndu frekar veikt af vígi. Og hvernig svo fyllir hann þessi eðurnar, ertu, sko, þegar þú segist að harður Evrópusamband sinni, já. Þú vilt ekki bara kíkja í pakkan, þú vilt bara ganga þann inn. Já, sko, fyrir mig, auðvitað það skynsamlegt að ég hef talað við marga gamla félaga mín og sjálfstæðisflokknum sem segja við mig, auðvitað segi já. Þannig að ég vil auðvitað bara eins og ég er í mínu business, eins og ég er gerður, þá vil ég sjá hvað samningurinn hefur í förmessi. Auðvitað, ég tek alveg undir það, auðvitað vil maður sjá samningin, en ég er hins vegar mjög samfærður það að þetta við munum að ná jákvæðum samningi og í grunninn, sko, ástæðan fyrir ég er Evrópusinni er að ég er svo mikil frjálshyggjumaður. Og ég skrifaði lokaritgerðina mína í lögfræði yfirþjóðlegt vald Evrópusambandsins sem komið var á, þetta er svona þegar tolla- og stálbandalagi fer að vaxa og verða fullorðið og þá einsetja leiðtogar Evrópu, þetta er náttúrulega það koma á frið í Evrópu það er góð regla þegar það ríkir friður þegar viðskiptin eru góð og viðskiptin eru eðlileg þá ríkir friður og Evrópa eins og við þekkjum Evrópa náttúrulega var sko þjökuð af eilífðar stríðsátökum aldir aftur en það sem Evrópa skóla og stálbandalegina nær að gera er að koma á eðlilegum viðskiptum landa á milli þannig að þá hurfu þessar hvatir á bak við þessi stríð landa á milli og þetta urðu svo nánir bandamenn en síðan gerist það þegar þetta fer allt saman að vaksa þá vilja menn innleiða því svokallaði fjórfrelsi og ég gríðarlega hrifinn af því að á þessu stóra markaðsvæði þá hefur frjálst flæði vöru, þjónustu og fjármagns og svo framvegis og þetta geta kallað þetta miðstýringu og skrifræði en það sem þetta miðstýrða aflsamsaf, þetta miðlaga afl og þessar miðlagu reglur gera er að spara gríðarlega peninga bara fyrir almenning bara sem dæmi þegar Evrópusambandi setti regluverk greiðslur gegnum greiðslugáttir og kort og símgreiðslur og sem var beinlinnis sett svona til höfuðs þessum risafyrirtækjum Visa og Mastercard það sparaði sko 600 milljónir evra, ég menn ekki að sko risatölur sem það sparaði bara fyrir almenning neytendur í Evrópu. Þannig að þetta er það sem ég heilla svo mikið af er að þetta kerfi er hugsað til þess að sko koma á skilvirkri samkeppni öllum til hagsbóta en það er því meður nokkuð sem ráðandi öfl í íslensku viðskiptalífi vilja alls ekki. Þess vegna eru þau á móti Evrópusambandsins. Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, þetta er ég er sammála að einhverju leyti, eða svona miklu leyti. Það því að þú, einmitt, færir ágætis rök frá þessum svona frjálshyggju armi að segja einmitt að það sem er jákvætt eru þessar viðskiptahindranir séu ruddar úr vegi og nefnir það í því ljósa einmitt kol og stál bandalagið
sem að kemur í kjálfar Schumanns samningsins og Lissabon samningsins svo í kjálfarið sem var fullt af samningum sem koma Lissabon og Maastricht og hvað þetta heit allt þetta ég tel þetta ekki verið fýsilegt en það aftur á móti og það eiginlega bara ein grunnforsenda fyrir því og það það sem heitir Draghi-skýrslan þar sem að Evrópusambandið segir sjálft að það kerfi sem að þeir hafa skapað sér hefur snúist upp í andhverfu sína þar sem þessi skilvirkni ekki lengur fyrir hendi heldur sé regluverkið búið að skapa takmarkanir sem að hafa með þetta að gera með innri markaðinn og mér langar svolítið að leggja hann til grundvallar líka í þessu samræðum út af því að þú nefnir einmitt viðskiptinu og kannski við stöldurum dálítið mikið við hann en ég velti fyrir mér út af því að þú segir þessi skilvirkni og að við erum gangið inn í Evrópusambandið sökum þess en við erum aftur á móti með innri markaðinn út af EES-samningnum. Hvað það sem að þú telur að væri fýsilegra að vera innan Evrópusambandsins umfram það sem að hefur að gera með EES-samningin? Já, sko, það fyrir það fyrsta að þá, sko, það var nú þannig að ríkisstjórn Noregs skipaði sérfræðihóp 100 sérfræðinga í manni, fjöldan. Þar sem þeir voru beðnir að meta framsal og fullveldi með EES-samningunum versus ESB. Það var niðurstaða þessar norsku fræðimanna að það veri meira framsal og fullveldi að vera aðilar samningunum með Evrópska efnahagssvæðið heldur en að vera fullgildi meðlimir að Evrópusambandinu. Þetta var það sem Ólafur Ragnar benti á sínu tíma þegar var umræða á Alþingi EES-samningin. Hann benti á það var nú svo framsýnt þá og benti á að það svo, væri betra að vera þáttakendi heldur en sitja þarna einhvers staðar til hliðar. Út á gangi. Já. Það það fyrsta, þannig að það spurning sko, menn hafa gert eitthvað lítið úr því að við ættum bara einhverja x marga þingmenn og svo framvegis. Þá er maður benda á það að fyrrverandi framkvæmdastjóri Evrópusambandsins eða yfirmaður framkvæmdastjórnarinnar dóttir voru með hvað hann hét Luxemburgiski Luxemburgar eru svipaðir að fjölda á við aðeins kannski örlítið fleiri kannski sem nefnir ykkur 100.000 íbúum en Luxemburg var á sínum tíma gríðarlega áhrifamikið langt umfram sína stærð. Já, Jean-Claude Juncker einmitt og mikill sóma maður gefin fyrir sópan en þannig að þar var Luxemburg gríðarlega áhrifamikið. En það sem ég hef vorið var við í minni vinnu að stjórnvöld á Íslandi og í Noregi þau eru strategist að sko seinka og svona hagsmunaaðilar að seinka innleiðingu margra tilskipanna frá Evrópusambandinu sem ætti að vera löngu búið að lögleiða og hafa einhvern veginn náð að tefja þetta. Ég nefni sem dæmi meina tilskipun sem á að vera löngu búið að lögleiða, það hinn svo kallega skaðabóta tilskipun samkeppnisréttarins. Og samkvæmt henni að þá litlum fyrirtækjum og einstaklingum sem verða fyrir samkeppnisbrotum gert mun auðveldara heldur en áður að sækja rétt sinn gagnvart svona þessum fyrirtækjum, þessu síbrota fyrirtækjum á sviði í viðskiptum. Við þekkjum þau nokkur hér. En þetta kerfi sem og ESA hefur gagnrýnt íslensk og norsk stjórnvöld fyrir það hversu lengi þau að innleiða þetta regluverk og jafnvel þó að regluverki sé mjög hagstætt litlum fyrirtækjum og almenningi og neytendum. Þetta sé ég sem svona galla plús að það er fullt af mjög hagstæðum reglugerðum og lagaumhverfi sem gildir í Evrópu sem ekki hefur verið kveðið á að við þurfum að innleiða eins og gjaldþrota tilskipunin evrópska sem myndi gera störu skiptastjóra og svo framvegis mun auðveldari þannig að það að mörg að taka. En þetta yrði bara einfallega bæði væri við viðborðið og tækið þátt í lagasetningunni en værim ekki bara að fá hana til okkar til þess að afgreiða annars vegar og svo hins vegar það að þá yrði þetta miklu svona strömlínu lagaðra. Ég veit það að sko samningunum Evrópska efnahagssvæðið var að hugsa til bráðabirgða. Menn reikna alltaf með því og hafa reiknað með því að
bæði Noregur og Ísland kæmu fyrir það síðar sem aðilar Evrópusambandinu, þannig að þetta er ákveðið redding og þetta er ákveðið fix en og ekki hugsað til langfræma og þetta er líka sýnt sig þarna á þessum ég hef sett mig mikið inn í á þessum tollum þarna þessari er komað að járnblendinu að þá nýttist þetta nú ekki alveg. Nei, þeir brutu samningin, Já, alveg rétt. Það er matsumra, en Já. remains to be seen, sko. Já, þú kannski tekur það málaðið líka. Já. Hérna, sko, ég nefnilega... En bara því að þú talar þessa skýrslu, þarna var það ekki... Draghi, var það ekki fyrirverandi seðlabankastjóri? Eða hvernig Jú, minni mig? fyrir seðlabankastjóri Evrópusambandsins. Já, þetta bara sýnir það að, sko, Evrópusambandið er ekki einhver stofnun sem bara ver sjálft sig og no matter what. Þetta er stofnun sem er í sífelldri þróun alveg frá Kola- og stálbandarlaginu og Lissabon-sáttmálinu og Maastricht. Þetta er ríkjabandalag í stöðugri þróun. Hvar svo þróun endar, hvort hún endar í sambandsríki eða ekki, það vitum við ekki. En það sem svo sýnir það að það er stöðugt verið að horfa inn á við og takast á við áskoranir og ef mér sjá að það er eitthvað sem má betur fara þá fara mér í það. Það er oft nefnt sem dæmi þessi gervigrind og þá er oft borið saman Evrópa versus Bandaríkin. Ég er sammála páfanum, sko. Ég held að Bandaríkin og heimurinn sé að fara fram úr sér í þessari gervigrind. Þess vegna finnst mér ekki þetta óskynsamlega þessi afstæða sem Evrópusambandið hefur tekið að aðeins að róa sig og fara að stíga varlega þau skref, sko. Já, það kann að vera, sko, en út af því að þú talar brennandi hús, ég hef ekki gengið svo langt að kalla það hann. Nei. En aftur á móti gerir Draghi það og hann nefnir einmitt í þessari skýrslu að Evrópa sé í tilvistar kreppu og ef að þeir ná ekki að auka fjárfestingarhlutfall sitt sem að nemur 2 til 4 sinnum Marshall-aðstoðinni, að þá munu þeir lenda í mikilli krísu. Og vandinn við þetta mál og ástæðan fyrir því að ég tel að þetta sé algjört lykilplagg er að Evrópusambandið hyggst ætla að ganga töluvert lengra í því að gera áhrif minni og smærri ríkja innan sambandsins að láta þau sem koma að borðum, að það þurfa að minnka vægi þeirra í öllum ákvarðanatökum út af því að óskilvirknin felst fyrst og fremst í því að eins og von der Leyen hefur kallað Ungverjakrísuna þegar að Ungverjar vildu ekki taka þátt í sameiginlegum aðgerðum í sambandi við útlendingamál að þá segir von der Leyen við ætlum ekki að lenda aftur í þessari krísu og þar að lenda þurfa stærri ríkin að taka að sér töluvert meira vald. Og þetta er eitthvað sem að ég tel að við erum að hafa í huga þegar við erum að taka þess ákvörðun út af því að við erum alltaf Þetta er bara einhverjar pælingar. Nei, þetta er ekki pælingar. Jú, þetta er pælingar hjá þessum sem stjórna, en síðan ertu með þingið, Evrópuþingið og aðra fulltrúa aðildarríkja sem eru síðan ekki sammála og það er meirinn að segja að breyta stoppsáttmála Evrópusambandsins. En það kann að vera, en þegar aftur á móti að þetta er efst á baugi hjá Evrópusambandinu þá finnst mér að við ættum að taka skref tilbaka og íhuga okkar stöðu. Sérstaklega... Þú ert alltaf eins og maðurinn sem sprakk á dekkinu hjá. Nú? Varstu ekki eftir honum? Nei. Það var maður sem var að keyra í sveitinni og það sprakk á dekkinu honum og hann bara átt að sjá því ég ekki með tjakk. Með að vara að dekka en ekki með tjakk. Sér svona bóndabæ þarna lengst í burtu. Það er örgulega tjakkur þarna á bóndabænum og hann lappar í átt á bóndabænum og hugsa með sér, hann hlýtur eiga tjakk. Hann verður eiga tjakk. Og svo nálgast hann bóndabæin en kannski á hann tjakk en vill ekki lána með tjakk. Og nálgast hann bæin og það var alveg dæmigert þegar þessi maður bóndi sem á hann tjakk og myndi ekki vilja lána mér. Svo bankar hann upp á bóndabænum, bóndi kemur dýra og hann segir, tróttur sem helvitist tjakki með raskataður. Og getur ekki mikla svona fyrir þér einhverja væntanlega atburðar sem þú veist ekkert um. Þetta er bara einhverja spekulasjónir. Evrópusambandið er bara eins og er í dag og einhverjar pælingar einhverja stjórnmálamanna til þess að auka áhrif framkvæmdastjórnarinnar eða stærri ríkja
svo eru aðri stjórnmálamenn sem vilja auka áhrif þingsins og hins beina lýðræðis. Við vitum ekkert í hvaða átt Evrópusambandið eftir að gerjast. Þannig að þú getur ekki útilokað Evrópusambandið út frá einhverju mögulegur hugsanlegar atburðar sem þú veist ekkert Nei, Nú, þetta frekar barnalegt sko. Þetta góð dæmis? Nei, þetta hræðileg dæmis Mjög góð Þú byggir á einhverju ímyndari atburðars. Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thornco.is og skoðaðu úrvalið. Nei, ég meina, segi eins og að ég sé að kaupa blokkaríbúð og ég sé að fara að kaupa hana. Ef að þeir segja sjálfur að þeir ætla að ráðast í 30 milljónir króna framkvæmdir sem leggjast á 10 milljónir hverja íbúð sem þetta sé 3 íbúða parhús. Og það hefur samþjótt húsfélagsins fyrir því á ég þá ekki að vega og meta það inn í samningin eitthvað sem að húsfélagið segist sjálft ætla að gera út af því að það bara einhver svona möguleiki sem að gæti verið fyrir hendi ef að þeir eru að segjast ætla að ganga í ákveðna vegferð að þá að sjálfsög á ég að vega og meta það inn í þá vegferð sem ég að fara í. Ég get ekki bara sagt ef ykkur íbúi í kjallaranum vill opna 100 metra sundlaug í garðinum á þess að hafa nokkuð samþykki fyrir sér og það enga ákvörðun búin að taka, þá myndir ekki miða þín fjárfestingu því að þú þurft að taka þátt í byggingu á 100 metra sundlaug. Nei, þetta ekki bara en ef þetta væri eins og ákvörðun skriflega ákvörðun í fundargerð húsfélagsins það að fara í þakviðgerðir sem myndi þá hafa fyrirsjáanlega með sér útgjöld en auka leið verðmæti hússins, þá getur byggt á því en einhverjar spekulasjónir og skýrslur og skoðanaskipti innan Evrópusambandsins eins og bara hérna á Íslandi. Þú getur ekki miðað afstöðina hvort þú farir inn í bara í aðildarviðræður per se. Svo það einn handleikurinn. Hvort að Evrópusambandið sé að fara í einhverjar innanhús tiltektir hjá sér eða ekki. Innanhús tiltektina felast í því að við höfum minna vægi innan Evrópusambandsins göngum við þar inn. Það einhverjar pælingar. Það ekkert sem liggur fyrir það. Það bara einhverjar pælingar. Það ekkert sem liggur fyrir það. Engar ákvarðanir verið teknar. Það þarf að breyta stoppsalnum. Og nota bene það sem við erum að greiða atkvæðum núna 29. ágúst. Að kíkja í pakkan? Já. Nú var það þannig, rifum þetta eins upp. Þegar kemur tillaga það að taka upp viðræður, að halda áfram, man ekki hvernig orðalagi var upphaflega hjá utanríkismálanefnd, þá kemur formaður Sjálfstæðisflokksins og leggur til inn í utanríkismálanefnd að það verður leitað til Feneyjanefndar Evrópuráðsins það hvort þetta orðalag á tillögunni sem átti að greiða atkvæðum í þjóðaratkvæðagreiðslu væri nægilega vel orðað. Ok, Pavel sem mjög umburðarlyndur og svona samningsfús alltaf og sanngjarn og réttlátur myndi ég að segja, hann samþykkir þetta og Feneyjanefndin hún gefur umsögn og hún kemur til að breytta orðalagi og það orðalag varð ofan á og það verður á atkvæðaseðlinum það hvort eigi að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið og svo segir Feneyjanefndin það mjög mikil, þá leggja mikla áherslu á það. Ég ætlir opinberri kynningu sé ekki sagt að það sé verið að kjósa aðild að Evrópusambandið, vegna þess að það sé ekki verið að kjósa það, heldur viðræður aðild. Já. Og hvað gera samtökin sem Sjálfstæðisflokkurinn stofnaði daginn áfram Ísland? Þau auglýsa núna heilsu auglýsingar kosið aðild að ESB. Þannig að þetta heitir auðvitað reyna að hafa rangt við. Það sýnir auðvitað örvæntingu og smá svona óheiðarleika sem held ég að fólki sjá í gegnum og held að líka fólk hafi séð í gegnum. Það það sem þú ættir að vera að pæla og spurja. Hvernig stendur á því að samtök atvinnulífsins
eru svona allt í núna móti því að hefði ekki bara aðild að Evrópusambandinu, heldur móti því bara viðræðum við Evrópusambandinu. Út af því að þeir tala sjálfur að kerfið sé óskilvirkt. Þau græða á núverandi kerfi. Já, við græðum öll á núverandi kerfi. Nei, hver er það sem hagnast á verðbólgu og vöxtum og gjaldmiðlaskiptum? Það eru bankarnir, það eru húsnæðisfyrirtækin. Ég held að þetta sé, ég meina, sko, við getum alveg tekið upp annan gjaldmiðil. Ég meina, ég var með Heiða Guðjónssonina og þar vorum við að reyfa þessar hugmyndir það að það ætti og væri betra ef við varum tengd öðrum gjaldmiðli. Ég alveg hlindu því. Við gætum líka eins og Vilhjálmur Birgisson leggur til og fellniður verðtrygginguna. Við gætum líka opna samfélagsbanka. Það margt sem við gætum gert en við gerum aldrei. Það gerist aldrei neitt. Þess vegna, en það sem ég einfaldlega að benda á að þeir sem standa gegn breytingum, þeir sem vilja viðhalda kerfinu, það þeir sem hagnast mest á því í dag. Það eru bankarnir og það eru leigufyrirtækin. Bara að skoða tölvundu daginn, hækkun úr 5% í 10% verðbólgu eykur hagnað heima hvað var það? 2,5 miljard. Þetta er bara þeir flest fyrirtæki út í Evrópu, þau svona taka upp varnir gegn mögulegri Evrópu verðbólgu, en stórfyrirtækin hér, bankarnir og húsnæðis leigufyrirtækin, þau veðja gegn Íslandi en með verðbólgunni og háum vöxtum. Þannig að þau beinlínis, þetta er inn í rekstramódelinu, þau hagnast svo vel á þessu. Já, ég meina, ég held að séu alls konar forsendur. Það er örugglega einhver að tala fyrir sínum hagsmunum með því að vera að tala fyrir Evrópusambandinu. Nei, gegn Evrópusambandinu fyrir ekki. En ég kem ekki að því þannig og ég hef ekki beina slíka hagsmuna. Nei, ég var hins vegar bara að benda á það. Já, ég veit. Brótt fyrir að taka á því, sko. Já, komandi náttúrulega alltaf að benda á þetta, sko. Ég frjálshyggjumaður. Ég veit að sé eitthvað rosa ríkt. En ég nefnilega, fyrir utan það að þú talar nefnilega high profile mál. Ég hef starfað talsveit hins vegar sem er kannski minna profile. En ég hef starfað hins vegar talsveit sem lögmaður við samkeppnisréttarmál. Og þar hefur maður séð það eru alltaf sömu fyrirtækin sem eru að brjóta. Mér sýnist að hugmyndafræði samtaka atvinnulífsins gangi út á það að hafa hér fákeppni á markaði. Hér höfum við höfum ekki samkeppni, virka samkeppni í bankarekstri, tryggingarekstri eða eldsneytisviðskiptum. Þessi fyrirtæki eru sífellt að brjóta á sig og fjarskiptum. Tökum bara skýrt dæmi, þetta eru olíufyrirtækin sem hafa verið að hasla sér völl það sem matvælufyrirtækin hafa verið að hasla sér völl í olíugeranum og saminast þar og samrunni þessar fyrirtæki er samþyktu með skilurðum og þeir þverbrjóta þetta, trekk. Og þar vantar regluverki sem við á að löngu vera búið að innleiða sem gera brotaþolunum auðvelt með að sækja rétt sinn. Samtökin sem síðan standa vörðum þessa síbrotaðila í viðskiptum. Það eru þau sem þessi fyrirtæki eru stærst og veiga mest í og borga mest til, samtök atvinnulífsins. Og þú hefur, það sem ég sem frjálshyggjumaður, það sem ég vildi ídeal ástandið fyrir mér er það ástand sem gerir fyrirbæri eins og samkeppniseftirlitið óþarft. Það sem hefur fullkomna samkeppni, það sem engar ákvarðanir eins aðila á markaði hafa áhrif á markaðin í heild sinni eða verðmyndun og svo framvegis. En við verðum að forðast ástandið svo í Ástralíu, það sem er bara annarkvort monopóli eða duopóli og verði ekki framfæri fyrir vikið. Ég get alveg tekið undir margt af því sem þú vorst að segja í sambandi við það að auka samkeppni. Ég er náttúrulega bara hlindu því sjálfur. En hins vegar þá er Evrópusambandið komið í það öngstræti að þeirra einsögn að þeir eru búin að draga sig út úr samkeppninni og það er eini vandinn. Ég er ekkert mikið ég er ekkert mikið í þessu svona fullveldismálum eða eitthvað þannig. Ég er eitthvað svona og ég er sammála þér eiginlega, við erum hvort sem er eiginlega búin við þurfum bara hvort sem er að taka inn löggjafinnar og já, það er að fara rauk fyrir því að við höfum ekkert það að segja og það sé vont og fleira þar fram til götunum, en samt aftur á móti hefur það regluverk hjálpað okkur einhverju leyti að gera markaðinn skilvirkari hingað til. En út af nefndir gervigreindin aðan og ég átti samræður við Guðmund Hafsteinsson tvisvar þar sem við vorum að ræða nákvæmlega þessi mál og hann er frumkvöld sem hefur verið hjá Apple og
ýmsum fyrirtækjum, Google, Apple og fleirum og hefur komað því að þróa Siri og fleira. Og hann segir einfaldlega að regluverk Evrópusambandsins búið að sjá til þess að frumkvöðlar á gervigreindarsviðinu og það er að fara rök fyrir því að það sé ofmetið og það sé ekki mikilvægt eins og margir telja að sé og hlutabréf Nvidia sé allt og hátt. Hins vegar þá gervigreindin í stórkostlegu kapphlaupi og Evrópusambandið búið að bara tappa sig út úr þeirri samkeppni og þeir sem eru í þessu segja að þetta sé stærsta innbylting frá því bara sem ég segja allra tíma en allavega síðan eitthvað í kringu 1700 og það sem ég að velta fyrir mér að við erum að fara að ganga þarna inn og þá þurfum við að taka upp það regluverk þar sem að þetta fyrir hendi og þetta ekki regluverk sem að við erum búin að innlega fullu út að þetta stendur utan EES-samningsins og þá segi ég við eigum ekki að vera að ganga þetta skref ef að Evrópusambandið búin að segja sig úr samkeppni af því sem að gæti orðið stærsta iðnbylting allra tíma. Já, menn þetta kannski að róa sig með einhverju stærstu innbylting allra tíma, sko, menn tala þetta sem mikla byltingu og þá svona frá sambærilega við netvæðinguna, stofnun internetsins. Akkurat. Þurfum ekki að fara neitt aftur í sko, innbyltinguna á miðöldum sko, í samanburðin. En það hins vegar sko margir sem gjalda varhug við gervigreindinni. Já, það eru hættur á leiðinni. Siðferðislega út af persónuverndarsjónarmiðum og misnotkun á henni og ég segi nú bara að þessu efni sé nú í mörgu kannski tilefni til þess að flýta sér hægt og það má vel vera að sko Bandaríkjamenn kannski hleypið þessu full frjálslega áfram það náttúrulega sko það eru svona siðferðislegar og lagalegar ástæður fyrir því að það ekki þekkt að sko hafa engan kontról á þróun þessar gervigreindar. Þetta náttúrulega það verið að nota þetta í hernaðartækni og það verið að nota gervigreindina til að eftirlitstækni sem mjög creepy líka. Já, það verið að velja gervigreindina til þess að sko velja skotmörk í stríðsátökum og ætla með bara yfta öxlum og hugsa bara það að græða sko. Þetta eru auðvitað líka siðferðislega spurningar. 100%, en aftur á móti að þá Evrópusambandið, tökum bara, þú veist, það eru fullt af siðferðislega spurningum, en aftur á móti viðskiptamódelið orðið þannig að frumkvöðlar, alveg saman hvort þessi á gervigreindarsviði eða öðru, vilja síður vera innan Evrópu út af því regluverki sem að við erum að fara þá að gangast að fullu undir. Nýr samstarfsaðili þessa þáttar Kaldi. Kaldi bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem úr að fara að njóta rólegra stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Og þetta grunnforsenda sem ég fæ ekki svari við af hverju við ættum ekki að vega og meta inn í þessa umræðu. Og ég held að þetta eina ástæðan fyrir því að ég tel að ófýsilegt að taka þetta skref bara út af þessum grundvallan atriðum. Út af því að við búum í óstöðugri heimi og það að verða, varhugaverð þróun til dæmis í pólitík í Bandaríkjunum og öðru. En aftur á móti þá tel ég fyrst og fremst að við þurfum að vera kaldan haus út af því í fyrsta lagi að þá eru þeirra búin að regluvæða þessi út úr samkeppninni, þá tel ég þessi ófýsilegt að við förum inn í það regluverk. En líka að þeir segja að til þess að takast á við það ástand að þá þurfum við að vera með meiri vald inn hjá Stórulöndunum.
Nei, sko, málið að það sem sko, ef við svara fyrst með þetta meira vald, að þá liggur þetta ekki, sko, held ég áherslan á kannski meira vald hjá Stórlöndunum, heldur fyrst og fremst hið yfirþjóðlega vald. Og Evrópusambandið styrkur þess felst í hinu yfirþjóðlega valdi. Það er að segja að þú tekur ákveðin svið, það hafi verið að þróast, sko, áfram, að þú tekur, það er ákveðin svið innan Evrópusambandsins, þar sem þú hefur þið svo kallað yfirþjóðlega vald. Það er að segja, þá það stofnanir Evrópusambandsins geta tekið ákvarðanir sem eru skuldbindandi fyrir aðildarríkin. Í þessu felst svona kollateral framsal, eða sem sé bara svona sameiginlegt framsal á ákveðinu fullveldi inn í ákveði batteri sem þú ert aðilað til þess að styrkja heildina. Já. Þannig að margir fræðimenn telja að í þessu felst ekki framsal fullveldis, en í þessu felst ákveðin síðan styrkleiki. Og styrkleikin hefur birst í því að það hefur hægt að nota þennan styrkleika sem felst í hinu yfirþjóðlega sterka valdi Evrópusambandsins til þess að setja stólinn fyrir dyrnar þegar kemur að sko gráðugu fyrirtækjunum í Bandaríkjunum. Og hvort sem það greiðslukorta fyrirtækin eða samfélagsmiðlanir eða tölvuframleiðendurnir, það sem þetta yfirþjóðlega vald hefur verið nægilega sterkt, á meðan einstök ríki ekki nægilega sterk, en sameiginlega hefur þetta vald verið nægilega sterk til að gæta hagsmuna neytenda og borgarana til þess að fá niður, sko, fellt niður reikigjöld og millifærslugjöld og allt hvað þetta heitir sem hefur verið sett upp að þessum fyrirtækjum til þess að taka almenning í Evrópu og allstaðan annar staðar þurft í raskatið. Þeim tekst þetta í Bandaríkjunum en ekki í Evrópu. En svo það bara matsatir í hverju sinni hvort að menn séu, sko, að ganga of langt, og það náttúrulega þeir sem vilja hafa sem mest frjálsræði til þess að sko misnota upplýsingar frá almenningi, þeir sem vilja hafa samt mest frjálsræði til þess að sko taka almenning þurft í körnina fyrir ekki að orðbræðið. Þeir vilja auðvitað fjárfesta það sem og fara það sem í minnsta mæli gætt hagsmuna neytenda og almennings. Og þá þetta bara verið alltaf spurning hverju sinni, viltu fórna hagsmunum neytenda, viltu fórna hagsmunum almennings í þessum löndum fyrir stóran stundargróða risafyrirtækjana. Og við sjáum hvað hefur náttúrulega verið að gerast í Bandaríkjunum, og þá spyr maður sig þar, því það alltaf að tala við að það svo fjárfestingin öll svo brillerandi og allt gengur svo vel. Þar eru bara fjárfestingamókular að taka völdin í Bandaríkjunum. Þetta verða nýstjætt ólíkarka. Sér bara á fundum því í Hvítahúsinu, þá sitja þessir forstjórar og þeir að móta stefnuna í æ ríkari mæli í Bandaríkjunum. Viltu hafa raunverulegt lýðræði eða viltu að viðskipta mókularnir og stórfyrirtækin taki völdin algjörlega eins og í Bandaríkjunum? Já, þá vil ég frekar hafa minni hagvöxt, minni fjárfestingar en hafa þó sko öflug stjórnvöld sem gæta hagsmuna almennings í landinu. Já, mér finnst allavega gott að tók bara hálftíma að fá þau til að viðurkenna að lýðræðislegt vægi íslenskara kjósenda myndi minnka. Ja, alls ekki. Það myndi minnka. Það samkvæmt þessu sem þú ert að segja. Það minnkar hér á landi, en það eykst hlutfallslega þegar þú ferði inn í miklu stærra mengi, sko. Já, við erum að bæta einhverju yfirbyggingu yfir það sem við erum. Þetta bara svipað og þú átt fyrirtæki þitt podcast og þú myndir sameinast Warner Brothers. Það spurning, þú þið sko örgulega mun áhrifameiri sem 0,0% hluthafi Warner Brothers nokkuð tíman. Sem podcast stjórnandi Við sjáum til. En sko, það sem samt í þessu að við erum samt að segja við kjósendur að þeir munu þá hafa minna vægi í lýðræðislegum ákvörðunum. Og það það sem þú ert að segja þegar að Evrópusambandið að fara að koma fram sem þessi sterki aðili, sem þá að taka ákvarðanir fyrir okkur, og þá erum við að minnka vægi íslenskara kjósenda í ákvarðanatöku. Út af því að við erum að ganga inn í 400 miljóna manna bandalag. Ok, þetta tvíhliða. Þetta tvíhliða sverð. Annars vegar eru mál sem varða Íslendinga, sem ákvarðanir teknar erlendis frá, og þá þetta að minnka vægi Íslendinga í ákvarðanatöku þar,
En að móti kemur að þú Íslendingar þá að taka þátt hins vegar í lýðræðislegri ákvarðanatöku miklu viðameiri málaflokkum og við erum þá hluti af ferlinu, þannig að þegar upp staðið þegar bara kemur að því sem heitir fullveldi eða völdin hjá þér og mér sem kjósendur í Íslandi, það allavega niðurstaða þessum norsku fræðimanna að við höfum meiri lýðræðisleg völd og meiri lýðræðisleg áhrif okkar eigin málefni og sem heildar sem meðlimir í Evrópusambandinu heldur sem þáttakendur í Evrópska efnahagssvæðinu. Já, það er að fara rauk fyrir því að við séum þá að taka þátt í stærri ákvörðunum, en aftur á móti þá hefði Alþingi minna það að segja, hafandi tekið upp allt regluverk Evrópusambandsins, það hvaða ákvarðanir þeir geta tekið með stuðningi kjósenda á Íslandi. Það þarf bara að vera viðurkennt. Já, það er bara ákveðnir málaflokkar sem þetta er bara, menn láta stundum eins og menn hafi sér fyrsta sinn að afsala sér einhverju fullveldis hluta. Tökum dæmi, mannréttindi sem við skulum viðurkenna er gríðarlega mikilvægur þáttur í daglegu lífi. Við höfum lögleitt samningin, við höfum lögleitt sem sé þáttöku okkar í mannréttindaráði og sem hluti af mannréttindadómstól Evrópu. Við erum þátttakendur í honum, eigum fulltrúa þar. Hæstiréttur Íslands hefur staðfestað í sínu dómsorði að þegar kemur að mannréttindum í Evrópu, hver hefur lokaorðið? Ekki Hæstiréttur. Nei, hann hefur ekki lokaorðið. Heldur mannréttindadómstóllinn í Evrópu. Þannig við erum búin að framselja stóran hluta af dómsvaldinu á Íslandi til sameiginlegrar evrópskrar stofnunar vegna þess að það var okkar mat að þeim málaflokki væri betur fyrir komið þar. Og ég segi líka, samkeppni á Íslandi mun eflast stórkostlega þegar hið styrka samkeppniseftirlit Evrópusambandsins er orðið bakkjarla að samkeppniseftirlitinu á Íslandi, þá mun samkeppniseftirlit og samkeppni þetta verður mikilvægt góða fyrir samkeppni á Íslandi. Það er auðvitað það sem Samtök atvinnulífsins óttast líka. Heldur það í alvörunni? Ég veit ekki, ég er ekki með svo ég fá að sletta sinister svona hugleiðinga hvort atvinnulífinu í Íslandi. Ég held einmitt atvinnulífið hefur verið svona hlynt þessu að einhverju leyti og meira leyti áður fyrr, örugglega með vísan til hagsmuna og það má vel vera. En hins vegar ef að atvinnulífið telur þetta vera ófýsilegt að þá þurfum við að taka það með í reikningin og ég held að það sé fyrst og fremst ekki út af því að þeir vilja halda einhverja einokunarstöðu, heldur út af því að þeir þyrftu að taka upp regluverk sem að Evrópusambandið sjálft segir að það sé ekki þeim til hagsbóta. Og ég einhvern veginn bara get ekki séð, til dæmis eins og að Draghi fjallar í sinni skýrslu, þar sem hann er með mjög sérkennilegar hugmyndir það hvernig megi bæta regluverkið og hann fer mjög varlega í það að til dæmis að gagnrýna ETS-kerfið sem er þetta svona kolefnislosunar batteri sem er búið að setja utanum ýmsan rekstur og menn er einhvern veginn að komast hjá því með því að umskipa í höfnum þar sem að þetta er ekki fyrir hendi og sigla svo aftur. Þannig að þetta er mjög sérkennilegt allt saman, en þeir horfa náttúrulega bara til þess að hagsmunir atvinnulífsins og þá að ég tel, fyrst og þú líka þá, fyrst að þú ert frjálshyggjumæður, að við munum koma til með að græða því að atvinnulífið standi hér stöndugum fótum, að þeir hljóta þá að vega og meta það inn í þá breytu að þeir séu ekki að fara að hagnast á því að gangin í Evrópusambandið út af því að rekstur fyrirtæki verður erfiðari. Ég held að sé ekkert eitthvað hrættari við, ég held að mun ekkert eitthvað koma fullt af evrópskum bönkum eða fullt af evrópskum olíufyrirtækjum sem að koma hérna inn ef við myndum ganga þann inn. Ein verulega samkeppnishindrun auðvitað felst í því að vera með aðra mynt heldur en samkeppnisaðilarnir. Já, tengjum hana bara við þurfum ekkert að ganga í Evrópusambandið og taka upp það regluverk sem að fyrir hendi þar til þess að taka upp aðra mynt. Við getum alveg tengt gjaldmiðlun við eitthvað annað. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira.
Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letir klára málið í dag. En hins vegar að þá blasir það við að sko bara að það eru mjög sterkir hagsmunir fyrir stóru fyrirtækjana á Íslandi að fara ekki inn í evruna og fara ekki inn í Evrópusambandið og bara ágætt dæmi sem að Gylfi Magnússon nefndi daginn sem þetta að kíkja á færslu hjá sér að þegar þú ferð til tenni með fjölskylduna og við allir Íslendingar og þegar Íslendingar fara til Evrópu og nota evruna og svo kemur þessi og við öll notum við kortin og þá kemur þessi gjaldmiðilskipting og gjaldfærslan, það eru 6 miljardar á ári sem bankarnir að græða á þessu og það var einhver sem nefndi á tölu ég ef ég manni rétt að þá stendur þetta staðin í dag núna út frá stöðu vaxta og verðbólgu og þá eru stærstu fyrirtækin á markaði í dag búin að hagnast 50 miljardar bara á vöxtum og verðbólgunni og það við það fara í Evrópusambandið og taka upp evruna þá sannarlega rekstrar umhverfið að þessu leiti orðið óhagstæðir þannig að ef maður horfir þetta frá púra hagsmunum bankarna og þessar aðila að þá ekkert skrítið að þessi fyrirtæki leggist gegn aðeins. Nei, ég meina sko árlegu, ef við tökum þessi stærstu fyrirtæki sem eru mörkuð fasteigna fyrirtæki miðað við 4,8% verðbólgu eins og núna þá hreinn hagnaður þessari fyrirtæki að samanlagður 50 miljardar. Já, ok. Árlegur hagnaður vegna verðbólgu fyrir skatta 50 miljardar. Ég skil það vel að þessi fyrirtæki skulle ekki vilja fórna þessum hagsmunum. Nei, heyrðu, ég skal bara koma með þér í þessa vegferð að við vorum að skipta mynd. Ég meina, ég bjó í Bandaríkjunum tíma og gjaldeyrisviðskipti fyrir sérstaklega almenning, svo ég tala með sem almenning þegar maður bara er námsmaður og skipta krónu fyrir dollar og öfugt. Algjörlega óþolandi hvað það kostar mikið og ég hugsaði líka mjög oft og ég talaði með oft í þessu hlaðvarpi bara hver í andskotanum alltaf að taka þessi 5% og svo náttúrulega sérstaklega þegar maður ekki stórtækur og þá maður kannski gerir þetta gegnum PayPal eða gerir þetta gegnum svona einhver greiðslumiðlunar bigs sem að taka ennþá hærri prósentu. Algjörlega óþolandi og taka ekki bara prósentu heldur líka einhvers konar service fee og eitthvað þannig. Ég alveg sammálaður þar. Það óþolandi að vera að skipta mynt tala nú ekki þegar þú gerir það milli banka. Hins vegar þú sér líka reka fyrirtæki, innflutnings útflutningsfyrirtæki og það basically að tryggja þig gegn gjaldmiðilsbreytingum. Nei, ég meina algjörlega og ég er bara með þér þar og ég er alveg til að horfa til þess en aftur á móti að þá erum við að horfa á það að þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins og þegar við erum að tala um Evrópusambandið sérstaklega þeim gengur betur heldur en öllum öðrum Evrópuríkjum fyrir ekki Evrópusambandsríkjum, nánast. Við erum alltaf að tróna á toppnum á öllu sem að varða lífsgæði, hagvöxt og fleira. Þannig að þetta svo því að þessi sögurskýring það að ef við göngum hann í Evrópusambandið þá mun einhvern veginn fasteignafélögin hætta að græða á almenningi og taka okkur í görnina og fleira þarfram til götunum. Þú bara að tala um gjaldmiðlamálin. Hins vegar ef við erum að horfa upp á það að ganga inn í Evrópusambandið til að taka upp sama regluverk og taka upp sama yfirbyggingu, þá það fórnarkostnaður sem langt umfram það heldur en að tengja gjaldmiðlun við eitthvað annað. Með fullir virðingu. Hvað með það? Fyrir bæði þér og mér. Þá hef ég ekki sagt. Og eini rétti mælikvarðinn á það. Hvort að þjóðir sem hafa nýlega eða hafa verið aðilar að Evrópusambandinu hvort að það hefur verið þessum þjóðundi góðs. Það allskins mælingar af alls konar skoðanir, markfjárfestingar, markaðshlutdeild og stofnun fyrirtækja og innovation, allskins. Ég segi bara, allt saman humbúk. Hliðin á því, hvað segir Gunther í Þýskalandi og hvað segir Paulo á Spáni og hvað segir Jörn í Danmörku og frændar sem býr í Svíþjóð. Það förum við þessu, hvað segir almenningur sjálfur? Og það búið að mæla þetta í Evrópu. Þeir eru með Stockholm syndrom. Hvað hefur landið hagnast á
Nei, það spurt var vorið 2026 skoðan kannar fyrirtækið Eurobarometer hefur landið hagnast á ESB-aðild. Írland, sko, neðstir eru Búlgarir og það þeirra mat að 54% Búlgara telja Búlgari hafa hagnast. Þetta hafi verið, þeir hafi gengið götuna til góðs með aðild að Evrópusambandinu. En 93% Íra telja þetta hafi verið sér og sínu fólki og þjóðinu til góðs. 92% Portugala, 92% Litáa og hvað segir Luxemburgar? Þeir 91% telja þetta hafi verið þeim til góðs, Malta 91% og 89% Dana telja þetta hafi verið þjóðinni og sjálfu sér til góðs. Þetta hinn eini sanni barómeter. Sko. Allt annað það sem við segjum og spekulerum og áfram Ísland og nei-hreyfingin og já-hreyfingin, þetta er allt saman kjaftæði. Spurjum fólkið sjálft í þessu löndum og það ánægt. Já, sko, þú getur bara fluttið þessara landa. Ég vissi, sko, þegar ég fekk stjörnu... Men ég bjó í Hollandi og ég tala hollensku og ég verði alveg til ég að búa í Hollandi, en ég ekki að mæla fyrir mæra Evrópusambandið, að mæla fyrir aðild Evrópusambandið út frá sjálfum mér. Ég að mæla með bara aðild að Evrópusambandið bara út frá framtíðinni. Og fólki sem hefur önnur gildi. Ég var einmitt að tala við mann úr viðskiptalífinu daginn sem þú þekki vel, ég ætla ekki að nefna hann hér og við vorum að tala vexti á húsnæðislán og hann sagði bara, ég segi bara við krakkana mína, skýt með þessa vexti, vinnið meira. Þessi afstaða og þessa aldurshóps sem ég í, hún bara hverfa. Það alltaf áherslur hjá yngra fólki í dag, hjá mínu börnum, þau leggja meira áherslu á fjölskylduna, minni áherslu á vinnuna. Við höfum samt sem áður höfum ennþá talsveit lengri vinnutíma hér á Íslandi heldur en í viðmönnuríkjum okkar. Já. Og það sem þekkt við höfum allt aðra viðmönn eins og í Skandinavíu. Og ég segi það, horfum á þetta og við höfum ekki að bera einhvern kaupmátt saman við þennan geðveika vinnutíma sem við höfum. Við höfum, sko, hvað 7% viðmönnumvexti, þú þekkir þetta betur í dag, stýrivextin í dag, ég menn ekki hvað háir. 7,75 eða 25. En sko, félagi minn og dóttur í Danmörku sem var að kaupa sér íbúð og hún að borga einhver 1% húsnæðisvexti. Við fyrstu afborgun þá eignast hún hluti í íbúðinni sinni. Já, einhver sem væri að borga fasteignaláni hér á Íslandi og held að hann var eignast eitthvað íbúðinni, hann settur inn á deild fyrir rangkomendur, skilu, þetta svo fráleit hugmynd, sko. Ég alveg sammálaður að unga fólki orðið húðulatt, sko, og svona frekjudósir. Aðrar áherslur, jákvæðar áherslur, bara gera ráð fyrir lífsgæðum og geta unnið minna og skemmt sér meira. Við eigum ekki mottóið þetta, við sumir lifa til að vinna, en þetta á að vera öfugt. Þú ekki vinna allt, eða? Lifa til þess að vinna. Jú, ég þessi gamla kynslóð. Ég ber virðingu fyrir, ég dáist að fólkinu sem tekur, sko, með aðrar áherslur í lífinu, sko. Já. Við getum alveg slegið upp í einhvern varðeld hérna og verið að syngja Kumbaya með dreadlocks og vonast til að lífsgæðin haldi áfram, en það einfaldlega ekki formúla sem að gengur upp. Ég ánægð með að mín börn ekki að vinna með, sko, 7 daga vinnuviku eins og ég og ég stundum með mórali fyrir að ég hafi ekki meiri tíma fyrir þau, en þau gefa sér tíma fyrir sín börn og barnabörnin mín og ég ánægð með það, sko. Þannig að ég áhuga minn á Evrópusambandinu vegna áhuga minnar að koma til kynslóðum, mínum börnum og barnabörnum að þau hafi eitthvað svona eðlilegt umhverfi, sé ekki að borga einhverja hjúts vexti bara til þess að þóknast einhverjum hagsmunum fjármagnseigenda í landinu. Auðvaldsins sem svona Sólveig Anna myndi. Þetta ekki mjög frjálsíki. Sko, ég hélt þegar ég fekk stjörnulögfræðinginn í stólinn að hann kæmi ekki svona lítill í sér, sko.
út af því að núna erum við að horfa upp á það að Ég stóri í mér, sko. Nei, þú bara lítið Ég sé að þú ert búin að minka sætinu, sko. Þú bara búin að minka og minka henni í stólnum og ástæði fyrir ég segi það út af því að þú ert í rauninni og það gott að það komi líka fram út af því að ég minnst gott að þú nefnir þetta út af því að við erum í rauninni að treysta þjóðinni til að treysta sér ekki út af því þú segir að það þurfi bara að vera aðilar hérna sem að taka ákvarðanir fyrir okkur út af því að við erum svo heimsk og vitlaus og lítil til þess að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir. Það var akkurat það sem gerðist með samningum með Evrópska efnahagssvæðið. Þá fólu við Evrópu að taka mjög, og það eitt mesta gæfuskref sem við höfum tekið, þökks í Davíð Oddssyni og Jóni Baldvin Hannibalssyni í hrópandi andstöðu Ólafs Ragnar Grímssonar velemerkja og framsóknarmanna. Eitt mesta gæfuskref sem íslensk stjórnvöld hafa stigið var samningur með Evrópska efnahagssvæðið. Nú komin tími á næsta gæfuskref og þar einhver mestu framfarir sem hafa orðið til í lagaverki okkar Íslendinga og framþróun í viðskiptum Evrópu að þakka í gegnum samningin Evrópska efnahagssvæðið. Við værum ennþá bara, ég veit ekki hvar við værum stödd í dag, hefðu ekki farið tekið þátt í EES-samningnum. Nei, en þú ert þá að viðurkenna það, að við þurfum bara útlendinga til þess að taka ákvarðanir fyrir okkur, út af því að við erum svo heimsk. Við þurfum að hafa jákvæða handleiðslu. Jákvæða handleiðslu? Já, en okkur getur... Samningun Evrópska efnahagssvæðið hefur sýnt það. En okkur eru Íslendingar svona vitlausir? Okkur telur að Íslendingar séu það svona vitlausir? Ég kannski bara ekki beint vitlausir, heldur bara einhver heimóttarskapur sem verður, það bara staðreind, sama við hvernig þú talar, sem þekki til að, samningurinn Evrópska efnahagssvæðið hefur reynst okkur gríðarlega verðmætur og það allir eru sammála það. Þrátt fyrir, orð Ólafs Ragnar Grímssonar og fleiri það þetta verið alveg ömurlegur samningur og Framsóknarflokksins á sín tíma. Allur Framsóknarflokkurinn var á móti samningum Evrópska efnahagssvæðið á sín tíma. Núna mæraði þeir samningum Evrópska efnahagssvæðið. Þá áttu að segja á því þeir höfðu rangt fyrir sér eins og þeir hafa rangt fyrir sér í dag og ég hef rétt fyrir mér. En þetta bara nú komið að því að stíga næsta skref. Við ætlum að taka þátt í þessar ákvarðanatöku í Evrópu. Við erum Evrópubúar, við erum hluti af hinni evrópsku þjóðarsál, við ferðumst til Evrópu, nánustu frændur okkar eru allir inni, fyrir utan Norðmenn eru það inni í Evrópusambandinu, við ferðumst til Spánar nokkur sinnum á ári og Frakklands og þessar ríkja og við njótum evrópskara vínveitinga og þetta bara, við erum Evrópubúar, við erum ekki Amerikanar. Við erum ekki kynverjar, við erum Evrópubúar og tökum þátt bara í þessu bandalagi sem Evrópusambandið okkur sjálfum og allir Evrópu til góðs. Já, ég held bara út af því að neyið orðið óumflýjanlegt út af því að við erum að pakka ykkur saman. Nínin. Jú, ég skal segja þér hvernig það fer, bara þannig að þú heyrið fyrst hér. Hvað með það? Að jáið mun sigra svona cirka 55%. Heldur það? Þessu kostum. Það er ekki sjans, maður nefnilega hittir svo marga sem þor ekki að því að þeir eru eitthvað hagsmun að gæta, þá faraði bara lengt með sín afstöð og þeir segja, þessu margir félag mínir, gamlir úr Sjálfstæðisflokknum sem segja, ok, ég veit að þetta formlega afstæðan að vera á móti, en auðvitað vil ég sjá hvernig samningur lítur út, það annað galið, síðan auðferðið að hugsa út í þetta, því að þú ert að stilla þessu upp alltaf bara sem umræðum með á móti ESB, en auðvitað öll skynsemi, og vera skynsamur, bæði þú sem harður nei sinni og ég sem harður já sinni, við höfum að játa það að þeir sem eru þarna mitt á milli, þeir hafa ákveðna skynsemi til að bera. Og eins og Jón Ásgeir hefur talað og hann einn af örfám talsmönnum manna í viðskiptalífinu sem bara segir, heyrðu, ég í business, auðvitað vil ég sjá hvernig samningur lítur út. Og ég segi það líka, þetta galið annað en að segja bara já við því að aðildarviðræður fari fram. Og það vel hugsanlegt að aðildarviðræður skili ekki fullnægjandi samningi og hann verði ekki boðið undir þjóðina og bara málinu lokið. Er þú þá til að segja nei? Ég held að þetta að íslensk ríkisstjórnin núverandi mun ekki bera á borði einhvern ófullnægjandi samning. Þannig ég held að það sé sjálf nei sagt. En það sem mesta áherslan í þessu samningi að tryggja betri samning heldur en Finnar og Svíar náðu landbúnaðarmál. Þeir voru dálítið andvaralausir og fóru dálítið svona ferkantar inn í þær viðræður og voru ekki að gæta sinna hagsmuna. Það miklir hagsmunir fyrir íslenska bændur að koma til inn
allt Ísland mun fá svipaða stöðu innan Evrópusambandsins og norður hjara byggðir Svíþjóðar og Finnlands, þannig að það viðbúið að við munum fá mikið af styrkum og þetta það geggja gott mál fyrir sko kjarnaatvinnugreinar í íslenskum landbúnaði sauðfjárræktina og nautfjár en hinbóin má segja að það sem verið komin aukin samkeppni við verksmiðjuframleiðslu iðnaðinn í íslensku landbúnaði sem eru kjúklingar og svín, af því að það pólsvínakjöti mjög gott, þú voru að borða það einhvern tímann og svo maður tala ekki dans, þannig að þar verður komið meiri samkeppni en það engin sérstök samkeppni í Evrópu við íslenska lambakjöti og heldur ekki íslenska nauti, þannig að það vantar naut alltaf á diskana, þannig að maður ekki ágjör þessu en það sem íslenski bændur En af hverju telja bændur þetta það vera ófýsilegt? Það er búið að leggja einhverja fram svona línu þarna og þeir hafna öllu fyrirfram og án þess að hafa raunverulega sjá í hverju sko samningur landbúnaðarnum vildi fela í sig. En af hverju telur þau samtök atvinnulífsins geti vegið og metið sína hagsmuni en bændur geta það ekki? Já, bændur hafa metið á og samtök atvinnulífsins, það er bara einhver bændur telja þetta vera ófýsilegt án þess að hafa án þess að vita í hverju samningur felst, það er náttúrulega býsna galið, þau bara það má segja að íslenski bændarsamtökin séu búin að spila sjálfa sig út úr þessu geimi með því að segja fyrirfram að þetta er bara svona svipað og að fjármálaráðherra sagði, ég með tillögu að nýjum búvörusamningi. Þá myndir bændarsamtökin segja, nei, við vitum hann er óhagstæður, hafi ekki eins og séðan. Og segja fyrirfram að hann sé bara eitthvað óhagstæður að sjá samningin. Og auðvitað er þetta þannig að þeir tala mikið bændarsamtökin hvernig þessi aðild að Evrópusambandinu hafi komið út fyrir Svíja og Finna. Sænskir og finnski bændur eru þetta mjög ánægðir með aðeins Evrópusambandinu. Fyrir utan það að Finnar held ekki alveg nægilega vel á sko sínum málum í þeim viðræðum og það eru nokkur atriði sem Íslendingar þurfa bara að passa upp á í tengslu við samskipti við Evrópusambandið en ég er þess fullviss að þetta verður gríðarlega hagstætt því að þarna munu koma styrkir frá Evrópusambandinu í íslenska landbúnað. Fjármagnskostnaður íslenska bænda sem er mikill verður miklu lægri og auðveldar aðgengi að fjárfestingum, fjárfesta í nýbyggingum og í tæki og tólum. Þannig ég held að ég er þess fullviss að samningur við Evrópusambandið með landbúnað verður hagstæður og það er býsna galið fyrir bændafórstuna að skáka sjálfur sér bara úr leik fyrirfram og segja þessu samningur verður óhagstæður. Þannig halda menn ekki utan hagsmuni, ef menn að segja, sjáum bara hvort við fáum hagstæðan samning og ef þessi samningur sem íslenska ríkisstjórnin næri í sínu samningaviðræðum, ef við metum hann óhagstæðan, þá munum við segja við bændur segja nei við aðild. Þannig eru eðlileg vinnubrögð. En bara af því að það eru framsóknarmenn sem stjórna þessum samtökum í dag og við vitum það að framsóknarflokkurinn hefur verið versta krabbaminn í íslensku samfélagi frá því að flokkurinn var stofnaður og mesta hömlun á framþróun í íslensku atvinnulífi og þjóðlífi er framsóknarflokkurinn. Þá er slæmt þegar sá flokkur stjórnar svona mikilvægum hagsmunum eins og hjá bændasamtökum. Tökum síðan sjávarútveginn og yfirþjóðlega valdið þar. Við höfum yfirþjóðlegt vald hjá Evrópusambandinu í sjávarútvegsmálum vegna sameiginlegra fiskveiðistofna og sjávarútvegsstefna Evrópusambandinu sem gengur fyrst og fremst út á sameiginlega fiskistofna vegna þess að það meikar sens þegar fiskur fer að milli Portugals og Spánar og fer frá lögsögu Fraklands til Ítalíu og svo framvegis eða einhvern veginn. Þá þurfa þessi ríki að koma sér saman það hvernig ákveða hámars fiskveiðikvóta og hvernig á haga veiðum og svo framvegis. En Þorgerður er búin að heimta það að við verðum undanskilin því. Já, en ástæðan fyrir því að nefnir að klára. Þorgerður segir sjálf að hún við verðum undanskilin því. Þú talar þetta sem bara allt í lagi. Nei, ég er að segja í hverju þessi stefna felst. Okay. Síðan höfum við hér á Íslandi, við höfum fyrir utan makrílinn, þá höfum við enga sameiginlega fiskveiðistofna með Evrópusambandinu. Þannig að Evrópusambandi hefur enga hagsmuni eða áhuga á því að hinn yfirþjóðlega vald Brussel í fiskveiðmálum náu til einhverja stofna sem eru bara hringinn í kringum Ísland. En við þurfum hins vegar að með einhverjum hætti að finna snertiflöt á þeim stofnum og stjórnum þeirra stofna sem eru sameiginlegir og það höfum við hingað til bara verið að reyna að gera og gert í viðræðum við annars vegar Noreg og Færeyjar og svo hins vegar Evrópusambandið hvernig veiða makrílinn. Þannig staðin fyrir einhverjar fjórgliða viðræður og þá er þið væntanlega kvótinn og skipting kvótans á makrílnum ákveðin í Brussel. Það er eina aðkoma Brussel að sjávarútveginn.
Þannig að sko, að því að þú talar gjaldmiðlun og hvað verið hagkvæmt að hafa sameiginlegan gjaldmiðil og það verið nóg að gera það. En málið eins og að dásamlegt þetta frelsi gjaldpeninga sem felst Ég sammála því, eins og formið. En það frelsið að öðru leyti líka sem svo hagstætt. Vinnuaflið, sko, og varan og þetta fari allt saman, þetta eitt stór markaður, þá virkar þetta bara eins og þetta sé eitt þjóðríki það kemur að markaðu og engar hindranir. En með eins og þetta núna, við erum með það. Þá eru alltaf hindranir. Við erum með fólk þjónustu vörur og gjaldmiðla. Já, en það er ennþá hindranir. Við höfum ekki fullflæði ennþá. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, ég sko, hefur þú séð myndina Fuglastríð? Ekki mynd. Ólafía skotin í ólíf, manstu ekki eftir þessu? Geggjumynd, allavega. Þar ugla. Ég með að greina aðra áherslur í bíómyndum. Þú varum gamlir. Þú náttúrulega bara krakki, sko. Já. Sko, það nefnilega þetta. Helvítis yfirlæti í ykkur, sko. Ég nefnilega held að ástæðan fyrir því að neyið orðið óumflýjanlegt út af því að það eru svona yfirlætis lið og grobbarar sem að mæta eru búin að græða stórkostlega á því að taka til sín öll fjölmiðlamál og vill náttúrulega rosalega mikið setja þig fyrir framann öll mál og þið eru bara eins og liðið í Brussel sem að mætir á einhverja 5 milljóna króna snittufundi til þess að tala það hvernig öreigarnir megi haga sér. Sumir eru jafnar en aðrir, en fólk sér í gegnum þetta. Út af því að fólk vill bara hafa nálægð við sinn ákvarðanarétt. Þú kannast nú með nálægðarregluna. Það eitthvað sem að mér finnst ekki vera fyrir hendi, en mér finnst það ekki. Hún ekki fyrir hendi í Evrópusambandinu, en aftur á móti þetta mikilvæg regla innan lögfræðinnar, sem að ég veit reyndar að þú kann töluvert betur en ég. En þið eru með svo mikið yfirlæti, allir heimskir sem að ekki sammála ykkur eða verja einhverja hagsmuni og ekki búin að kynna sér. Þetta nákvæmlega eins og ég upplifi þetta bara þveröfugt. Yfirlætið alltaf í þessari elítu sem stjórnar Íslandi. Ert þú ekki hluti af elítinu? Nei, ég einyrki, fyrir utan það að vera með tvo aðeila sem reka mig stofu og ég að böðlast fyrir litlu fyrirtækin, ég í skaðabótamálum fyrir litlu fyrirtækin, gegn bönkunum og gegn olíufélögunum. Ég að vinna fyrst og fremst fyrir lítilvagnum. Ég fengi verkefni frá þessum stóru fyrirtækjum sem rekar sem business og eru síbrotamenn og sviði samkeppnisréttar. Ég að vinna fyrir litlu fyrirtækin sem eru að sækja sin rétt en vegna þess að þessi stóru fyrirtæki svo sterk í samtökum atvinnulífsins og í stjórnmáladeildum þess í sjálfstæðisflokknum að þá alltaf þessi barátta uphill en dropinn hólar steinin eins og sagt var og þannig að einn daginn að þá mun verða að komast á, svo þið mitt mikið áhugamál, komin á virk samkeppni á þessum mörkuðum og það áhugavert rannsóknarnir nefnt að fylgjast með því hvernig sjálfstæðisflokkurinn hagar sér í samkeppnismálu. Hvað kýst þú? Ég kýs Viðreisn að sjálfsög. Takt eftir því að núverandi formaður sjálfstæðisflokksins hélt ræðu þegar hún kynnti framboð sitt og sagði frá pappa sínum sem var svona entrepreneur og bara respekt á það. En hann var svona fórnarlamb þessarar helmingaskiptareglu sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins, það sem bara var mjólkursamsalan og slátufélagið og osta- og smjörsalan.
þannig að hann varð undir. En hvað var það síðan það fyrsta, eitt af því helsta sem hún hafði afrekað og sjálfstæðisflokkurinn? Nei, þeir tóku úr sambandi samkeppnisákvæði í kjötframleiðslu og ákveð innleiða helmingaskiptaregluna nýju í kjötafurðum. Þannig að núna hægt að skipta kjötmarkaðanum upp á milli KS og Sláturfélagsins. Þannig að það svona bara komið að búa sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn í sameiningu. Flokkurinn sem í nafninu til svo hlindir frjálsri samkeppni, þeir búin að koma á gömlu góðu helmingaskiptareglunni í öllu sem heitir afurðaframleiðsla í kjötframleiðslunni. Þannig þetta nú öll frjálsíkjan. Þetta auðvitað það sem ég verið að berjast gegn og hefur valdið hvað mestri anduð minni á þessar stefnu míns gamla flokks. Af því að stefnan fín. Frjálsíkjan og frjálslindi sem sjálfstæðisflokkurinn boðar, hún því miður eins og bara pappír. Af því að framkvæmdin síðan allt önnur. Ef við síðan spólum síðan tilbaka aftur einkavæðingu bankarna sem orsakaði hrunið, og hrunið hefur nú farið miklu betur hefðu við verið innan Evrópusambandsins vel að merkja. En það orsökin að hruninu þegar Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson tóku fram fyrir hendunar á einkavæðingarnefndinni og eitt prinsip var þar, Stengur Marari heitinn blæsir minning hans, hann gekk út á nefndinni í mótmælaskyni þegar ákvaða að beita gömlu góðu helmingaskiptareglunni. Framsóknarflokkurinn, heyrðu, þú færið hérna Búnaðarbankann og Sjálfstæðisflokkurinn fær Landsbankann og við veljum þá sem eignast þessa banka. Svona nú, eins og Styrmir sagði, þetta gerspilta samfélag. Ég áhama, þetta ógeðslegt samfélag. Og ég þess fullviss og aðildin Evrópska efnahagssvæðinu hefur komið talsveit miklu til leiðar, en það bara eitt skref á þessari vegferð sem að koma á betra samfélagi sem virkar fyrir almenning, fyrir neytendur og það sem tryggt að risafyrirtækin ekki að taka okkur í nefið. En af hverju treystur Evrópusambandinu svona miklu betur til þess að taka betri ákvarðanir heldur en okkur sjálfum? Hið yfirþjóðlega vald Evrópusambandsins eina valdið innan Evrópu sem nægilega öflugt til þess að standa í háruna á þessum risafyrirtækjum sem vilja hlunnfarku. Þannig að þú telur þetta að vera leiðina til þess að bara taka atvinnulífið aðeins í nefið? Þetta mun bara bæta hag neytenda og leið og samkeppni kemst á, þá kemst á eðlilegt rekstrarumhverfi þar sem fyrirtækin að hagnast. Það svo mikil tendens til þess í dag í íslensku viðskiptalífi að hamla allir í nýliðun og hamla allir í samkeppni. Það eins og, ég að vinna fyrir menn sem stofna á sínum tíma kortaþjónustuna. Þegar þeir stofna kortaþjónustuna, þá bara boðar og fund hjá bankastjórunum sem spyrjaði okkur djöfullin þeir sem meina að stofna fyrirtæki til þess að færi samkeppni við það. Bara voru alveg brjálæðir. Því að bankarnir áttu þennan markað. Svona hefur þetta verið, svona þetta ennþá. Það sem stóru aðilanir, það verið vanta kennslu kursa í viðskiptafræðinu á Íslandi að kenna siðfræði. Að þessi stórfyrirtæki verið að slíta það sem hluta af rekstramódelinu sínu að brjóta á samkeppnisaðilum staðin fyrir bara að vera í eðalegri samkeppni. Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega passar alltaf upp á það að samkeppniseftirlitið sé nógu veikburða til þess að við hefum gert ekki tíðina en núverandi ríkisstjórn hefur nú verið að leitast við að styrkja þá stofnun til þess að efla samkeppni í landinu. Sem lögmaður, telur að allt sem að samkeppniseftirlitið hefur verið að gera undanfarið sé bara allt gott að blessa? Það sem ég fylgst með svona að flestu leiti en auðvitað eins og þannig samkeppniseftirlitið náttúrulega samsett af einstaklingum og sem taka ákvarðanir og auðvitað inn á milli auðvitað ákvarðanir sem eru rangar. Það er bara í mannlegu eðli að þegar mannlegu eðli færist yfir á stofnanir og stjórnvöld, þetta bara eins og með dómara dómarar geta gett mistök og komist að rangur niðurstöðu og það ekki því að gera en við verðum að reiða okkur eins og var á þetta en hinn ídeal staða í lífinu, í samfélaginu er raunlega fyrirbæri eins og samkeppniseftirlit væri bara óþarf þar sem væri bara með hreina og virka frjálsa samkeppni en það ekki í dag og það við allir langt bara því. Þú ert að fara að taka hana að setja síntal. Sveinn Andri, takk aðeinslega fyrir að koma. Já, takk fyrir. Og þangað til næst. Yes, ok.